Viðkomustaður stöðvar 2 á ferð sinni landið er Ólafsvík. Síðasti viðkomustaðurinn og fundarstaðurinn í þessari ferð okkar landið, stöðin á staðnum, síðastur af 17 stöðum sem við komum á, er Ólafsvík á Snæfellsnesi. Það viðrar nú ekki vel þegar við komum hingað í dag. Það er svolítið hvass sunnanvindur og súld. Þar af leiðandi er ekki hægt að fara upp á jökul, sem er náttúrulega aðal aðdráttaraflið fyrir þá sem koma hingað, og sennilega ekki hægt að fara á sjó heldur. Nú það er ýmislegt að skoða hérna og fullt af skemmtilegu fólki, og okkur skilst að verði góð fundarsókn og hér er margt að sjá sitt hvað hér upp í Fróðárheiði þó við komumst ekki á jökulinn og við ætlum líka að rappa við nokkra sem við hittum á förnum vegi. Hér snýst allt sjóinn og sjávarfangið. Það eru 1200 íbúar hérna og þetta er svona svipað eins og á Vestfjörðunum. Það eru tengsli við sjóinn sem eru aðalatriði hér og setur það mest mark sitt á bæjarlíf og bæjarbrag. Kristján Pálsson, bæjarstjóri. Það er dálítið sérkennilegt með Ólafsvík og Ólafsfjörð að landnámsmennirnir heita annars vegar Ólafur Belgur og hins vegar Ólafur Bekkur. Hver var Ólafur Belgur? Ólafur Belgur var fyrsti landnámsmaðurinn hér í Ólafsvík. Hann var hér stutt við og var hrækinn í burtu, þótt ekki mikið lýgamaður. Var hér mjói rakan hérna og hann fór til Belgsdals sem er hér í Saurbænum. Og þaðan fór hann í Ólafsdal í Gilsfirði og dvaldi þar til dauðadags. Þannig að það eru mörg örnefni tengd honum? Já, það eru 3 sem eru tengd honum ennþá. Segðu mér, nú var Ólafsvík ekki fyrsti staður sem fekk verslunarréttindi. Hér var mikill staður hér árum áður. Jú, Ólafsvík fekk verslunarréttindi árið 1687 vegna þess að ósinn í rifi hafði fyllst af sandi. Nú, það byrjar að byggjast hér upp eftir það en virkilega uppbygging hefst ekki hér fyrir eftir aldamótin 1800. Þá kemur Klásisættin hingað og hún byggði meðal annars þetta hús sem við erum í hér. Þetta er elsta hús bæjarins sem var byggt 1844. Nú, svo aldamótin 1900 þá eru hér yfir 600 manns og þá er Ólafsvík 8. stærsti staðurinn á landinu. Nú, eftir það þá flyst töluvert af fólki hérna meðal annars til Vesturheims og það byrjar ekki að fjölga hér aftur fyrir eftir seinna stríð. Og nú í dag erum 1200 manns í Ólafsvík, 1203. Og vaxandi? Og þetta er vaxandi og það hefur aðeins fjölgað hér á síðustu 3 árum. Við höfum haldið í horfinu og við vonast til að það verði áfram. Þið haldið sumarhátíð hér á hverju sumri. Hvað er að þessari? Mér sýnst að þetta hannyrðasýning hér sé svona hluti af því. Jú, hér er heimilissinnaða sýning. Já, hér er heimilissinnaða sýning kvenna í Ólafsvík. Það eru konur í Ólafsvík sem hafa gert allt sem hér er inni. Málað hér á silki og saumað hér út í stóla og allt mögulegt annað. Mjög fallegt og skemmtilegt og ég vonast til þess að fólk fjölmenni hingað. Það verða 2 aðrar sýningar, myndlistarsýningar. Síðan verða hérna sjóstangveiðikeppni og siglingakeppni og margt fleira. Grillveisla, útimarkaðir og ég held að það verði mjög gaman hérna, byrjar annað kvöld og verður hérna fram á sunnudag. Þetta er svona árlegur viðburður? Já, þetta er 3. árið í röð sem þessar sýningar eru haldnar, þessar uppákomur. Og það hafa fjöldi manna komið hingað á hverju ári og við vonumstum eftir góðri þátttöku. Að lokum eitt, Snæfellsnes er mystiskasti staður á Íslandi, svona dulmagnaðasti staður á Íslandi og hér er orðin bara hefjast í nútíma mikil tilbeiðsla hér á Snæfellsási sem maður hefur kannski síst átt von á. En hverju þakkar eða kennur það að menn flokkast hér, mér síst að hér er að fara að byrja helgina líka sem sagt Snæfellsás, einhvers konar mót. Hverju kennur eða þakkar þennan átrúnað allan? Ægifegur Snæfellsjökuls og umhverju hans. Þegar menn löbbuðu hér til forna til Dritvíkur á vertíð þá hafa þeir eflaust fundist margt skuggalegt og ægifagurt í hrauninu og ímynda sér að þeir sæju þarna alls konar forynjur og tröll og eins og bara Snæfellsás sem enn talið lifa þarna inn í jökli. Nú, alls konar andatrúamenn og fleiri hafa talið að mikið útstreymi orku væri frá þessum glæsilega jökli
og það átti að hafa verið hvað mest orkuútstreymið þarna árið 1987, fyrir 2 árum. Og við Ólsarar höfum verið hlaðinir orku síðan og verðum og búum að þessari orku vonandi ókomin ár. Hér á Djúpalónssandi, skammt frá Drydvík, þar sem áður var stærsta og mesta verstöð Íslands, eru 4 steinar sem að flestir landsmenn kannast við. Þeir voru notaðir til þess að meta hvort að menn væru hæfir í og gætu fengið skipspláss. Hér er amlóði. Ég er hættur að svona kyrrsettumenn á Reykjavík að þeir komist nú ekki mikið lengra. Hann guð vera 23 kíló. Hér er hálfdrættingur eins og sjáðu. Þá er það svona alveg með naumindum. Hér er svo hálfsterkur sem á að vera 140 kíló. Ég held að þess hafi verið 49 kíló samkvæmt mínum heimildum. Ég er hættur að þetta verði að vera Jón Páll að vera að missa ástu öðrum meginn á þessu. Það er ekki bara þyngdin vegna þess að það er ekkert auðvelt að fá taka þessum grip. Nei, ég er hættur að þetta verði að vera lokapunkturinn. Á góðviðrisdögum þá iðar bærinn hér af ungu fólki og ungviðið hefur í ýmsu að snúast og sýsla. Það er hægt að fylgjast með því sem er að gerast niður við höfn. En líka hægt að læra ýmislegt nytsamlegt, jafnvel utandýra. Hér er smíðavöllur sem er kallaður Kofaborg og auðvitað lítur Begga frænka þar við. Áður en vegurinn kom hér fyrir Ólafsvíkurrenni þá voru byggðirnar hérna nokkuð einangraðar hver frá annarri og þá var landsfrægur svokallaður rígur milli Sandara og Ólsara, hvort sem það er nú satt eða logið. Og sennilega hefur margt breyst síðan í den tíð, eins og við getum kannski sagt. Já, var almennilegur rígur á milli ykkar og Sandara? Var aldrei verið. Hefur það aldrei verið? Nei. Er þetta bara þjóðsaga? Það er mest þjóðsaga. Slegið svolítið svona í gamla dag, það er alveg hægt. Aldrei verið neinn læti. Frekar okkur illa við Hólmara. Frekar okkur illa við Hólmara. Já, er það þannig, já? Og hvað er að þeim svona? Það er ekkert að því. Nei, bara... Þetta er bara gamalt og gott. Þetta er, já. Er þetta svona betra að hafa, er þetta svona samkeppni kannski meira heldur en beinlínis að menn séu illa við hverjum? Þetta er bara gamalt og gott. Sérðu, þá voru byggðir mikið einangraðri og þá náttúrulega voru menn meira fyrir sjálfa sig, sko. Já. Þá voru þau frekar eins og, þú veist, refurinn við grennið eða eitthvað. Já, það er út af því sem þetta myndaðist. Svo þegar Snæfellingar fóru austur á síld þá slóðust þeir móti landinu, sko. Þá var engin rígur. Snæfellingar móti rest? Já, móti rest. Það var sagt, sko, ég hef aldrei verið á síld. Nei. Þú svona segir að það sé hægt að slást svona með að það er svona næstu því saknaðartónn í röddinni. Var þetta svona svolítið fjöruð? Nei, ég veit ekki hvort það var saknaðist neitt. Ég efast það. Já. Er ekki margir sérkennilegir en það svona sjómenn sem að róa hérna sem þú þekkir? Nei. Er það ekki? Er ekki menn ekkert uppnefndir einhver? Það er voðalega lítið það. Helst sko eru þeir sem eitthvað var gaman að og voru öðruvísir hínir, þeir eru þarna út í garði. Já. Þeir eru flestir farnir. Já. Því sem verð sko. Þeir verða náttúrulega hverfi eins og hínir. Já. Og er ekkert eftir að svona... Það er voða fáir eftir skemmtilegi menn. Það er allir orðin eins og hænurnar, allir hvítir. Þú veist, öll hænsnir orðin hvít. Já. Á fundinn fjölmenntu rúmlega 80 Ólafsvíkingar sem létu skoðanir sínar óspart í ljós við stöðvamenn og máttu þeir hafa sig allan við að svara spurningum þeirra. Og varð fundurinn einn sá fjörugasti og minnti helst á pólitískan framboðsfund með öllu tilheyrandi. En klukkutíma fyrir fundinn var engu líkara en að öll börn bæjarins voru komin saman til að hitta Beggu frænku. Eins og alþjóð veit er mikið hella hér á Snæfellsnesi. Við erum stödd hér í einu slíkum, í Sönghelli í Stapafelli, hér suður undan Snæfellsjökli. Þessi hellir er ekki bara þekktur fyrir góðan hljómburð, heldur líka fagurt bergmál. Vegna kvefveiru sem hefur verið að hrjá mig undanfarna daga, þá gat ég ekki tekið þátt í þessari æfingu og fékk Hannes Jóhannsson tæknistjórinn okkar og Elínu Þóru Friðfinnsdóttur sem er upptökustjórinn okkar til þess að taka smá stef hérna úr Hamraborginni og hlustið nú vel á. Hamraborgin rís há og fögur
að sjá hvort að hljóðgræðunar okkar hafa náð að nema þessar undurföru raddir. Ég hef reyndar ekki farið þér í vor. Sá hellirinn Án efa leynast miklu víðar hellar á Íslandi heldur en nokkur órar fyrir. Þessi hellir hér, til dæmis Íshellirinn, hann fannst eingöngu vegna þess og þá fyrir nokkrum árum síðan vegna þess að þakið á honum hrundi svo að hellismunnin opnaðist. Hér fyrir innan eru nokkur hundruð metrar, þessi hellir hefur sennilega aldrei verið mældur og við munum að sjálfsögðu fara inn, að minnsta kosti inn í hluta af honum. Það er ekki að undra þó að sé til draugasögur á Íslandi og að ekki sé nú talað um útilegumannasögur. Hér gæti hermanna hafa leynst, hér gætu menn hafa horfið og satt að segja er til dæmis nýleg saga frá 15 árum síðan mann sem að hvarf hér skammt frá í hrauninu og hefur ekki til hans spurst. En við erum hér í eins konar holi, 5-6 metrar til lofts. Hér inni í þessa átt djúpur hellir, áfram í cirka 100-200-300 metra og svo hérna í grunni helli sem ég ætla að byrja því að skoða næst. Íslendingar vilja stundum gleyma því að þeir eru fyrsta nýja þjóðin. Fyrsta þjóðin sem sætti sig ekki lengur við ofríki og offjölgun í gamla heiminum og kaus heldur að halda vestur á bóginn og hasla sér völl í nýjum heimi. Klakkeyjar í Breiðafirði eru merkar meðal annars fyrir þá sök að þær eru hluti af þessu mikla ævintýri. Hér á voginum hérna fyrir neðan í Eiríksvogi undirbjó Eiríkur rauði flota sinn með leynd til þess að halda ennþá lengra vestur eða norðvestur á bóginn alla leið til Grænlands. Kannski ætlaði Leifur heppni líka bara til Grænlands þegar hann misti marks sem betur fer og komst síðan alla leið til Ameríku. Sagt er að þrennt sé óteljandi á Íslandi. Það eru vötnin á Arnarvatnsheiði, það eru Vatnsdalshólar og það eru eyjarnar í Breiðafirði. Kunnugir menn hér í firðinum tjá mér að þessar eyjar séu á 3000 talsins. Milli 30 og 40 þeirra voru byggðar á sínum tíma. Þær hafa smátt og smátt verið að fara í eyði, þar á meðal margar í Stórubólu árið 1707. Og það er dálítið merkilegt að í Stórubólu, þegar að maður hefði haldið að hér sætu meira einangræðir hver á sinni eyju, að það virðist vera að samgangur hafi verið það mikill að það dugði til að smitið barst hér allar eyjar. En hvað það? Í dag aðeins 2 af þessum eyjum byggðar, það eru Flatey og Skáleyjar. Það er vel viðeigandi að ljúka þessum þætti Ólafsvík og raunar þáttunum öllum landið hér í Breiðafjarðareyjum, í landi ævintýranna. Því að ef við eigum einhverja niðurstöðu eftir þessa ferð, þá er hún eftirfarandi. Ísland er ævintýraland. Við fórum 2000 km leið á bílum, í bátum, skipum og flugvélum. Við hittum á annað 1000 áskrifendur á opnum fundum og skiptumst á skoðunum, börn og fullorðna. Við öll sem stóðum að þessum þáttum, bæði hér á staðnum og heima á Stöð 2 í Reykjavík. Við þakkum ykkur öllum, áskrifendum, stuðningsmönnum, bæjarstjórum og öðrum sem greiddu götu okkar. Við erum reynslunum ríkari, við munum núna setjast yfir þessar niðurstöður upplýsingar sem við fengið. Þáttaröðinni Stöðin á staðnum er lokið, verið sæl.